En það ekki eðlilegt að maður spyrji sig, ég meina, eru kynin í alvörunni fleiri en 2? Það auðvitað bara frábært að hér sé fjölmenning, en ég hef mjög miklar áhyggjur af því að íslensk tunga verði undir í þessu. Það verið að prófa sig áfram með mörk, það verið að teygja mörkin á það, gagnvart því hvað má segja og hvernig má segja hlutina. Hundaflaut bara ein af áhrifaríkustu leiðunum sem að öfgahægrið að nota til þess að byggja sig upp. Ég má ekki vera stoltur að vera hvítur, ég má ekki vera stoltur að vera karlmaður, ég má ekki vera stoltur að vera Íslendingur, ég má helst ekki flagga íslenska fánanum. Ég veit ekki hvað maður á þá að segja ef maður spurður. Eru til fleiri en 2 kyn? Á ég þá að segja, á ég þá að ljúga? Hinsegin fræðslu, kynfræðslu og kynjafræðslu og allt það. Við teljum bara það ekki heima í leik- og grunnskólum og leyfum börnunum bara að vera börn og látum börnin í friði. Þess að ég nota orðræðu að þá snýst þetta að greina skilaboðin sem alls konar fólk að gefa með ólíkum hætti. Og þannig getur maður einhvern veginn séð hvernig í rauninni stemningin í samfélaginu. Einmitt. Sko, pólitískt hundaflaut kennt við hundaflautur. Og hundaflautur virka þannig að fólk heyrir ekki í þeim, það gefa frá sér hátíðni hljóð, þannig að fólk heyrir ekki í hundaflautunni en hundarnir heyra í því. Þannig að hundurinn þinn veit hvenær hann á að koma og fara, en það ekki verið að bögga fólkið í kring. Pólitískt hundaflaut byggir á þessu nema að það notað yfir skilaboð sem að fólk sendir frá sér sem eru nægilega dulbúin til þess að það sé ekki hægt að kenna þig við að vera rasisti eða með kvenfyrirlitningu eða homofóbíu en samt nægilega skýrt til þess að fólk sem að með snert af þessu fær skilaboðin, tekur þeim og upplifir einhvers konar hvatningu eða valdeflingu. Einmitt. Þannig að í rauninni ég get sagt eitthvað sem að ekki hægt að dæma mig fyrir að segja en ég veit alveg hvað ég að gera og ég að koma ákveðnum skilaboðum á stað, ég að magna upp stemningu gegn einhverjum ákveðnum hópum. En sko, hverjir eru það sem að sko beita, hverjir nota hundaflautur, þá ég ekki að tala á hunda, heldur í þessu samhengi, og af hverju heyra það ekki öll? Hundaflaut hefur verið notað og hundaflaut bara ein af áhrifaríkustu leiðunum sem að öfgahægrið að nota til þess að byggja sig upp. Og þetta í rauninni gert til þess að normalisera rasisma eða homofóbíu eða kvenfyrirlitningu án þess að einhvern veginn þurfa að axla ábyrgðin á því að það sé verið að normalisera það. Þannig að það mjög algengt að svona, hvað maður að segja, siviliserað öfgahægra fólk noti þessa orðræðu, það vill ekki vera sjálft kennt við þetta en vill koma skilaboðunum á framfæri. En engir aðrir hópar, ég meina, þú veist, róttækir feministar, beita þeir aldrei hundaflauti eða öfgavinstrið, eins og sem við segja, beitir það aldrei hundaflauti í tiltekinn hóp? Nei, vegna þess að fólk á þeim væng stjórnmáluna það skammast sér ekki fyrir hugmyndafræðina sína. Og það í rauninni það sem að þetta snýst að vera með hugmyndafræði sem þú vilt ekki alveg standa með en ert samt einhvern veginn að breiða út. Ok, að því að nú gefum við okkur almennt að fólk vilji vel þú veist, og að fólk sé einhvern veginn gott í kjarnanum sínum og við höfum lært einhvers staðar að rasismi vondur, kvenfyrirlitning vond, enda bara sjá við það að þrátt fyrir að þegar kvenfyrirlitning og rasismi blúsandi og grasserandi að þá allir bara nei, ég ekki rasisti, sko, alls ekki og nei, ég hatt ekki konur en samt að beita hundaflauti sem að í rauninni nærir kvenfyrirlitning og rasisman, getur einhvern veginn látið þetta mega sens fyrir mig? Nei. Nei, ok. Í rauninni ertu að lýsa því bara hvernig uppgangur öfgahægrisins hefur verið að eiga sér stað.
að það er verið að prófa sig áfram með mörk, það er verið að teygja mörkin á það, gagnvart því hvað má segja og hvernig má segja hlutina. Ég meina, það er ekkert mjög mörg ár síðan að fólki fannst algjörlega galið að væri talað um stjórnleysi á landamærunum. Það þótti bara að vera blússandi rasismi að segja svoleiðis hluti. Í dag segir bara mainstream stjórnmálafólk þetta. Af því að það er búið að færa til mörkin að það sem að einu sinni taldist vera rasismi er ekki ennþá rasismi eða fólk veit ekki alveg hvort það er og af því að það er líka búið að þræta svo mikið fyrir þetta og það er búið að gera í rauninni rasisma að þrætuepli þannig til þess að einhvern veginn gera fólki erfiðara fyrir að greina það sem er í gangi og bregðast við því og sporna gegn því. Ég get ímyndað mér að bara fólk almennt haldi ýmislegt sem að hundaflautarar og bara fólk hefur verið að segja hvernig orðarann hefur verið en ég bara velti því fyrir mér hvers vegna það nær svona miklum hljómgrunni, hvers vegna Já, það er það sem að sko í samfélagi sem að eins og við vitum að þá er valdakerfi samfélagsins sjúklega flókið. Það er rosalega mörg lög af alls konar völdum sem að fléttast saman og hafa áhrif á það hver þú ert og hvaða tækifæri þú hefur, hvaða forréttindi þú hefur og hvaða hindrunum þú mætir. Og það er ofsalega auðvelt fyrir fólk sem að langar til þess að ala á tortryggni og ótta og andúð gagnvart jaðarsettu fólki að taka eitthvað eitt og gera það að óvinni. Og sérstaklega gagnvart kannski fólki sem að er ekkit sérstaklega mikið búið að setja sig inn í það hvernig þetta valdakerfi virkar og það er rosalega þægilegt að fá bara einhver svona einföld skilaboð og það er líka það sem að sko populismin í öfgahægrinu gerir að dæmi til dæmis að gagnrýna það að það sé verið að byggja rampa í Úkraínu. Af hverju er verið að nota skattfé Íslendinga til þess að byggja rampa í Úkraínu? Ég meina auðvitað tengir unglingur mjög vel við þetta og hugsa bara af hverju ekki verið að byggja rampa á Íslandi, af hverju er verið að byggja rampa í Úkraínu? Þá þarf ef ég ætla að reyna að útskýra þetta fyrir unglingnum, þá þarf ég að útskýra fyrir þessum unglingi hvernig einhvern veginn valdakerfið ekki bara á Íslandi heldur allan heim virkar og auðvitað byrja við ábyrgð gagnvart fólki í Úkraínu, hver á að byggja rampa í Úkraínu ef ekki við? Af hverju eigum við ekki að taka þátt í því? Af hverju eigum við ekki að axla ábyrgð sem velmegunar þjóð á heimsmælikvarða? Og það er bara sko fyrir mig að útskýra þetta er svo miklu flóknara heldur en fyrir populistan að segja bara af hverju verða þessu. Og þegar við erum eins og að tala sko ef það eru unglingar eða fólk sem hefur ekki mikið verið að setja sig inn í þessa hluti að þá þau hafa kannski bara ekkert athygli eða áhuga til þess að heyra hvað, þú veist, allar þessar flóknu hliðar á málunum og það er dálítið það sem að náttúrulega populismin byggir á að geta komið með einföld skilaboð sem er ógeðslega flókið að rekja en er mjög auðveldlega hægt samt. Svona hefðbundið hægri og vinstri er kannski ekkert er kannski ekki vandamál í dag. Það er öfgahægrið sem er vandamál og að því að þar er raunverulega verið að ala á ótta og það er verið í alvörunni að gera fólk sem að er fyrir jaðarsett í samfélaginu að vandamáli og það er rosalega auðvelt og ég meina þetta er bara eitt af þekktustu trikkunum í bókinni og þetta er það sem að valdafólk hefur gert í gegnum tíðina og þetta er það sem hefur leitt til kannski ljótustu bletta í mannkynssögunni þegar að þessi einhvern veginn hugmyndafræði nærað blómstra. Eins og ég segi stundum, þú veist 1940, bara þegar amma mín og afi voru einhvern veginn að verða fullorðin, að þá var samfélagið þannig að það voru kallar á vinnumarkað og konur á heimilum, hinsegin fólkin inni í skápum, útlendingar í útlöndum, falla fólkin á stofnunum. Þetta var rosalega þægilegt, rosalega skýrt, rosalega einfalt, en síðan hefur bara heimurinn flækst og við eigum enga mögulega, þú veist, við getum ekkert fyrir snúið tilbaka og það er kannski líka það að, þú veist, það vekur einhverja von hjá fólki sem að finnst þetta allt ógeðslega flókið þegar einhver segir, heyrðu, við skulum bara gera þetta fólk óvinnum, við skulum bara loka það aftur inn á stofnunum, við skulum fara með það aftur inn í skápana sína af því að þá verður lífið þægilegra fyrir þig eins og það var í gamla daga en við verðum svona að skilja að á þessum tíma þegar þetta var, þegar þessar skýru reglur voru að þá var risastór hópur fólks í samfélaginu sem að bara leið ógeðslega illa, leið fyrir það hvað fólkið hafði það gott sem passaði inn í rammana og það er það sem að hefur verið að gerast síðan þá og ég meina, og svo er það líka eitthvað sem að ég nota stundum til að útskýra fyrir þessu fólki sem að er hissa og finnst þetta leiðilegt og erfitt að sko við viljum
að öll hafi kosningarétt. Við viljum að öll geti farið í skóla. Það alls konar svona sem við erum orðin sammála að við viljum. Það þótti fólki flókið í gamla daga. Einu sinni þótti bara eðlilegt að það veru kallataxtar og kvennataxtar á vinnumarkaði. Og kvennataxtar voru lægri heldur en sko unglingsdrengir voru að fá. Þetta ekki eitthvað sem að fólki þykir kannski alveg eðlilegt í dag, en það þurft að venjast þessu. Og við erum bara núna að venjast veruleika sem að við eigum ekkert valum að hafa. Hann til staðar, þessi veruleiki. En geturðu tekið dæmi fyrir mig, bara þannig að við skiljum líka bara hundaflautið, bara dæmi kannski hundaflauti í íslensku samhengi og útskýra hvernig þú heyrið það, já, ef þú bara tekur hundaflaut og útskýri hvernig heyrir þú að þetta hundaflaut? En það ekki eðlilegt að maður spyrja sig, ég meina, eru kynin í alvörunni fleiri en 2? Svona spurning gæti alveg hljómað bara eðlilega í einhverju afmörkuðu, lokuðu rými, í einhverju búblu þar sem að engin homo eða kynsegin fóbía til staðar, skilur. En þegar þetta sett fram gagnvart markhópi sem að þráir að heyra þetta, þráir að svara þessari spurningu með sinni skoðun án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því, þá ertu komin í hundaflautið og það nákvæmlega það sem að gerist, að spyrja spurninga þar sem að þú býður fólki að koma með rasísk svör eða koma með fóbísk svör eða koma með kvenfyrirlitningar svör. Og þannig byggiru upp einhverjum svona stemningu og fólk má segja þetta því að það bara verið að spyrja spurninga. Þessi spurning til dæmis, það þarf ekki að spyrja hennar á Facebook. Það bara hægt að fara á Vísindavefinn og afla sér þessar upplýsingar ef maður vill. Þannig að markmiðið með því að spyrja þessar spurningar ekki að kalla fram heiðarleg og opin samskipti. Markmiðið ekki að fá fram ólík sjónarmið og athuga hvort sé hægt að leiða þau saman. Markmiðið að fá fram neikvæðu hliðarnar, fá fram andúðina, magnana upp og hvetja til orðræðu sem að eða umræðu sem að neikvæð í garð þessa fólks. Þú ert að þjálfa mig. Já. Ég að fara á eftir í viðtal. Já. Og mér vantar sko að ná til rasistana. En þú veist, ég alltaf ekki rasisti samt, sko, en þú veist, það náttúrulega eitthvað í gangi í samfélaginu og ég meina, þú veist, landamærin og eitthvað. Þannig að kendu mér núna, þjálfaði mig í hundaflauti. Já, sko, ég meina rasist hundaflaut, þú gætir, það svo margt sem að hefur notað. Þú getur náttúrulega bara að lesa þið til það, sko. Já, ég nenni því ekki, ég hef enga tíma. Ok, sko, en ég meina það, hugmyndir af hundaflauti sem að ala á rasisma gætu til dæmis verið að þú hafir áhyggjur af íslenskri tungu. Áhyggjur af því að, sko, það auðvitað bara frábært að hér sé fjölmenning, en ég hef mjög miklar áhyggjur af því að íslensk tunga verði undir í þessu. Og kannski þurfum við að passa upp á að hér kom ekki of mikið af fólki bara af því að okkur þykir svo vænt íslenska tungu. En auðvitað viljum við fjölmenningu og við viljum bara hjálpa fólki að læra íslensku. Ekkert rasisti þetta, eða? Þú ert svo sannfærandi. En sko, já, þannig að það samhengið sem lykilatriði hérna. Af því að nú náttúrulega fekk ég bara alls konar hugmyndir fólk sem að hefur verið svona. Sumt af því fólki actually ekki að flauta í neinar hundaflautur eða blása í neinar hundaflautur. Nei, það ekko hundaflautur. Já, en sko sumt fólk sem hefur actually áhyggjur á íslenskunni blandar því ekkert saman við neitt annað, þannig að það verður ekki rasíst. Nei, en svo það nefnilega annað, sko, fólkið sem þú ert að tala um ekko hundaflaut. En sko hundaflautarar, alvöru pólitískir hundaflautarar þurfa að hafa plattform til þess að koma flautinu af stað. Já. Þannig að það ekkert hver sem getur verið í þessu. Þetta þú þarft að hafa plattform og agendu. Þannig að já. Já. En svo eru aðrir hlutir, ég meina þú getur líka annað sem að þú gætir talað er áhyggjur af vaxandi ofbeldi í samfélaginu og það sé nú merkilegt hvernig ofbeldi virðist fara vaxandi á sama tíma og fjöldi flóttafólks fer vaxandi í samfélaginu.
án þess að það sé nokkuð orsaka samhengi einhver staðar sem að hægt að rekja eða finna út. En sko það að velta upp áhyggjum, það að spyrja spurninga, það að velta fyrir þér hvort að það sé hægt að snúa hlutunum við með einhverjum hætti. Getur verið að það sé nú kannski bara orðin hérna einhver svona öfugur rasismi hér. Og ég hef nú bara fundið fyrir því, þú sem kall hlýtur að hafa fundið fyrir því að það er mikið verið að atast í hérna miðaldra hvítum köllum. Já, bara hatursorðra. Hatursorðra gagnvart miðaldra hvítum köllum. Já. Þannig að svona hlutir að sko þetta eru fræ sem að verið er að sá meðal fólk sem að er móttækilegt sem að skipta máli að greina og skilja, átt að segja hvað er í gangi og sporna gegn. Þó að það sé flókið og þó við séum einhvern veginn þurfum að útskýra alls konar einhver ógæslega boring hugtök og flækjustig í valdakerfinu, þá er það bara eitthvað sem við verðum að gera vegna þess að annars ná þessi einföldus og annars nær öfgahægrið að búa til einfalda og mjög ósanna mynd af samfélaginu. Getur þú rakið að, þú veist, ef við pælum bara í hvers vegna þetta gerist? Hvers vegna rasismin virðist einhvern veginn vera fólk móttækilegra fyrir því og einmitt með kvenfyrirlitninguna og bara nennir ekki þessu helvítis jafnréttiskjaftaði, sko, jafnrétti komið eða eitthvað svona. Hvers vegna er orðran allt öðruvísi í dag heldur hún var bara fyrir, ég veit það ekki, 5 árum eða eitthvað? En þú veist, kjör Trump í fyrraskiptið, braut einhverja múra, mátti allt í einu fara að segja eitthvað, mátti allt í einu fara að gera eitthvað. Það hvernig vinstrið hefur einhvern veginn verið að veikjast og það hefur verið að veikjast með ólíkum hætti út allan heim, en hérna á Íslandi hefur það verið að veikjast alveg mjög ýkt og alvarlega og bæði gert að orsaka það sjálft en líka bara alls konar hlutir sem hafa gerst. Þannig að andstæðan við hægrið er minni og í rauninni hefur hægrið verið að færa sig inn og jafnvel yfir miðjuna. Að hérna, þannig að það sem að einu sinni taldist vera óeðlilegt þykir núna kannski bara allt í lagi. En þetta gerist og það er kannski ástæðan fyrir því að þetta er að gerast og ástæðan fyrir því að við erum einhvern veginn ekki betri í að sporna gegn þessu er hvað þetta gerist með limskufullum hætti. Það er ekkert eitthvað eitt sem það getur gert til þess að sporna við og segja bara nei, nú er komin rasismi á Íslandi. Ég veit ekkert hvenær það gerðist, skilur við. Ég bara ætla að trúa því að það sé bjart framöndan eða bjartara. Þetta eru bara mjög margt hræðilegt að gerast í íslensku samfélagi og í heiminum almennt. En við sjáum samt, það eru jákvæðir hlutir sem er að gerast, það eru jákvæð teikn hingað og þangað. Til dæmis erum við komin með í Hollandi, þar sem ég bý, það er verið að mynda þar ríkisstjórn sem að verður að öllum líkindum án öfgahægris, sem hefur ekki verið mjög lengi. Sú ríkisstjórn verður að öllum líkindum leidd af 33 ára homma, sem að er í fyrsta skipti, sem að opinberlega samkynhneigður frekar frjálslindur, opinn og svona miðjuvinstri maður er í forsvari fyrir ríkisstjórn. Við erum með frábæra hluti sem að hafa verið að gerast á Íslandi. Ég hef rosalega mikla trú á til dæmis biskup Íslands. Ég bara hefði ekki trú að því fyrir einhverjum árum að ég ætti eftir að hafa trú á biskup Íslands, en ég hef það. Þannig að það eru, og ég meina við sjáum borgarstjóran í New York sem að vera að kjósa núna. Þannig að það er greinilegt að á einhverjum stöðum er verið að hafna þessari þróun. Það er verið að sporna gegn henni með markvissum hætti. Við sjáum að það er að gerast á einhverjum stöðum og vonandi heldur það áfram. Og ég bara trú ekki öðru en að Ísland haldi áfram og taki þátt í því.